forseti Íslands, ráðherra og aðrir góðir gestir. Ég býð ykkur öll velkomin til þessa málþings sem ber yfirskriftina Stóra upplestrarkeppnin á tímamótum. Það er gaman að geta þess hér í upphafi að þegar þessi dagsetning fyrir málþingi var ákveðin, kom í ljós að 26. september er einmitt evrópski tungumáladagurinn, en hann hefur verið haldinn frá árinu 2001. Þennan dag er lögð áhersla á fjölbreytni tungumála í Evrópu og mikilvægi tungumálanáms og er dagurinn haldinn hátíðlegur meðal 45 Evrópuþjóða. Fyrir ári síðan, eða 25 ára afmæli stóru upplestrarkeppninnar, ákvað félagið Raddir, samtökum vandaðan upplestur og framsögn, að fá sveitarfélögunum stóru upplestrarkeppnina til rekstrar eða senda barnið að heiman eins og oft er sagt. Félagið hlaut áframhaldandi styrk frá ráðuneyti mennta- og barnamála til 1 árs til að veita stuðning og ráðgjöf til skóla og kennara, en í styrknum fólust líka þau tilmæli að halda málþing að loknu þessu ári og því erum við samankomin hér í dag. Eins og þið sjáið á dagskráni þá bera erindin einstaklega falleg nöfn og það hreyfði verulega við hjarta íslenskukennarans þegar ég tók á móti þessum nöfnum. Þar er að finna hugsjón stóru upplestrarkeppninnar, að taka við stóru verkefni með opnum hug og gleði í hjarta, íslenska að atvinnu, tryggjum góðum hlutum líf, lagður vegur er létt farnastur, svo ég tali nú ekki silfurbrúðkaup stóru upplestrarkeppninnar. En því miður er Guðni Olgeirsson veikur og getur ekki haldið með okkur neitt silfurbrúðkaup í dag. En ég hlakka til að hlusta á erindin og fá meðal annars að heyra hvernig fólk metur framtíð stóru upplestrarkeppninnar. En nú tekur Björk Einarsdóttir, varaformaður Radda, við fundarstjórn.